Kvöldið, halló, ættalið þetta. Góða kvöldið og velkomin á þennan íbúa. Já, ok. Ég talið á báða bara eða eitthvað. Já, góða kvöldið og velkomin á þennan íbúafund sem við ætlum að vera með hérna í kvöld. Þar sem til hans boða kannski aðalega út af okkur langaði til þess eða sveitarstjórn tók ákvörðun það að vera með svona opið fund til þess að kynna og leyfa fólki að fylgjast með vinnunni við hönnunum á nýja leikskólanum sem við ætlum að byggja og hefur staðið til. Eggert Valur heiti ég fyrir þessu þekkja mikið og ég hef tekið að mér að stýra þessu fundi hérna í kvöld og fundurinn sendur út í beinu streymi. Og dagskráin kannski ekkert mjög flókin. Við ætlum að byrja á því að hún Eyrún Stefánsdóttir, hönnuður, ætlar að kynna eða sýna okkur þeirra vinnu, kynna sína vinnu fyrir okkur. Og þegar við erum búin að því þá ætlum við að fara aðeins yfir gjaldskrábreytingar á leikskólunum sem taka gildi núna 1. janúar. Og svo í lokin þá ætlum við bara að gefa fólki kost á að ef það einhverjar sérstakar spurningur allt önnur mál þá það bara sjálfsagt að svara þeim og verða við því. Þannig að ef við ekki bara byrja, Eyrún, ertu tilbúin? Gerðu svo vel. Og við skulum hafa þann háttinn á bara að hafa þetta bara frjálslegt og ef að fólk vil spyrja á meðan á kynningunni stendur þá bara skulum við gera það svona jafn harðan. Þannig að það bara rétt upp hönd, þeir sem vilja koma með spurningu og ég fylgist með því og ég endurtek þá bara spurninguna hérna. Svona bara eftir því sem að vindur áfram kynningunni. Gjörðu svo vel, Eyrún. Já, sæl öll, Eyrún heiti ég og ég arkitekt í Arkís og starfa í Selfoss útibúinu og ég hef unnið í þessu verkefni ásamt öðrum hjá Arkís og aðrir í hönnunarteyminu eru Birgir Teitsson sem aðalhönnuður okkar, Lísa Kjartansdóttir innanhúsarkitekt, Heimir Freyr Hauksson byggingafræðingur og Arnar Freyr Sigurðsson arkitekt. Ég var falið að kynna fyrir ykkur forteikningar að nýjum húsakynnum leikskólans Heklukots en teiknisetti svona eiginlega undanfarið að þverfaglegum úrlausnum með verk- og tæknifræðingum, hljóð og lagna og lóðahönnum svo fátt eitt sé nefnt. En svo vinna að hefjast bara þessa dagana. En þetta forteikningasett svona útfært með hliðsjón af samtali milli okkar hjá Arkís og rýnihóp notenda og sveitarfélagsins. En á þeim rýnifundum hafa upplýsingum verið miðlað okkar á milli og stuðst hefur verið við faglega nálgun og þekkingu til að móta þetta umhverfi sem að stuðla að veljan allra sem dvelja daglangt í húsakynnum leikskólans í lengri eða skemmri tíma. Og í því samtali hefur fyrir reynsla og þekking, óskir, hugmyndir og fleira til mótað þessa framtíðarsýn nýtt húsnæði leikskólans. En samtalið við notendur hefur verið ákaflega gott og farsælt en þær Inga leikskólastjóri og Rósa Hlín aðstoðarleikskólastjóri hafa verið raddir notenda eða leikskólabarna og starfsfólks og foreldra og svo hefur hann Tómas líka verið með okkur fyrir hönd sveitarfélagsins og þetta hefur gengið bara ljómandi vel. Nú að byrja hérna á yfirlitsmynd. Hér sjáum við svona yfirlitsmynd af svæðinu, grunnskólasvæðinu, grunn- og leikskólan Heklukots, svona framtíðarsýn. Þessi norðurbygging, hún nú þegar byggð og nú erum við í þessum fasa öðrum áfanga í suðurbyggingu og eins þessi breytt aðkoma við frá Þingskálum og nýjan aðalingang. Þannig öll aðkomin á svæðinu tekur þessum breytingum og miðast af þessari sviðsmynd. Þar sem að
aðal aðkoma í rauninni skólabíla verður hérna eftir þessum aðkoma ás og snúningssvæði þar sem að skólabíla leggja hér og eins aðgengi fyrir sorpbíla og sjúkrabifreiðar og aðra og vöru hérna flutningar fyrir eldhúsið. Nú, svo hérna, gerum við ráð fyrir hérna bílastæði með aðkomu rauninni foreldra í tengslu við leikskólann á hérna þessu svæði og þessi leikskólalóð á þessu stigi meira svona skematísk niður en á því hvernig við sjáum þetta fyrir okkur og verður ítarlega hanna þegar að lóðar landslagsarkitekt koma að borðinu. En hugmyndin er þannig að í rauninni bílastæði hérna á þessu hérna svæði verði bílastæði starfsmanna fyrir leik- og grunnskólann með aðgengi í rauninni hérna vestamegin frá lóðinni og hér inn og inn í aðalenganginn. En hér upp á annarri hæð, eins og kannski ykkur þekkja til, þá verður þarna stjórnenda álma eða hæð þar sem gert ráð fyrir búningsherbergi starfsmanna bæði leik- og grunnskólans, kaffistofu, stóðrýmum eins og viðtalsherbergjum, móttöku og fleira tengt starfi grunnskólans, vinnuherbergi kennara, undirbúningsherbergi leikskólakennara og slíkt. Þannig að það svona sameiginleg hérna aðstaða og en síðan hérna lóðin eða aðkoman að leikskólanum svona hugsið þannig að það verði inngangar á 2 stöðum væntanlega, í kringum hérna vestamegin inn á leikskólalóðina og hérna norðaustanmegin og þannig að það verði svona einhvern veginn hægt að stýra aðgengi að leikskólalóðinni. Stærð leikskólans eða nýbyggingarinn í heild sinni hérna 1450 fermetrar og kemur til með að rúma 8 deildir og alltaf 160 börn. Og inngangar inn í leikskólan hérna frá leikskólalóð sem að tryggir henni bara gott og aðgengi fyrir bæði börn fara inn og út og fyrir foreldra. Þetta einfaldar kannski vinnuumhverfið að það sé farið inn og út á sama stað hvað var það fatnað og annað praktískt. Og síðan hérna eins og kannski einhver þekkja til það meiningin að það verði aðgengi hérna innan hús yfir grunnskólabygginguna þar sem að nemendur leikskólans hafa það aðgangað stóðrýmum hérna í grunnskólanum meðal annars matsalnum og fleira. En það nefnilega gert ráð fyrir að elstu börnin í grunnskólanum voru hádegismat hérna í stóra matsalnum. Hér sjáum við svona hinn eiginlegu húsrýmisáætlun fyrir leikskólan. Sjáum við hérna eru 3 inngangar og þeim skipt þannig niður að fremsti inngangurinn sem svona kannski næst aðkomu þegar komið að bíl, svoleiðis hann hérna fyrstur og hann ætlaður inngangur fyrir yngstu börnin, þessi sem að kannski eiga erfiðast með að labba sjálf, kannski langa vegalengdir. Þannig að þessar 2 deildir hérna ætlar yngstu börnunum og þeirra fatahengi hér og á þessu svæði líka hugsað svona vagnageymsla fyrir vagnarými fyrir svefnira allra yngstu. Og það verður ágætlega aðskilið hérna frá grunnskólalóðinni. Þetta verður steypt bygging en vel loftuð og hérna aðgengilega bæði innan úr leikskólanum og hérna utanfrá. Inngangun hérna fyrir miðju hugsaður svona fyrir börnin aldrinum 2 til 5 ára kannski eitthvað svoleiðis sem eru þá með þessar hérna 3 deildir hér og hér og hér. Og síðan hérna 3. inngangurinn hugsaður fyrir elstu börnin sem eru staðsett hérna austast.
En við fórum í gegnum það líka í þessu vinnuhóp að hvar ætti að staðsetja aldurstigin og fleira, og það sem var eiginlega ofan á að eftir því sem að vera eldri börnina þá kannski öðlast meiri færni og getur til þess að fara lengri vegalengdir og verði hluti kannski bara hreyfi færni að fara í gegnum þessa leið og inn í matsalinn fyrir í hádegismat. Nú, stóðrými leikskólans eru líka að hluta til í stóru byggingunni í grunnskólanum og svo að hluta til í leikskólabyggingunni eða viðbyggingunni. Og þá erum við með svona hefðbundin bara tæknirými og geymslur næst grunnskólanum. Aðstoðarleikskólastjórinn, hann fær svæði sitt hér og svo sérkennslustjóri og í tengslu við sérkennslurými. Svo svona minna hvíldarafdrep hugsað fyrir starfsfólk til þess að geta hlupið í síma og tekið einkasamtöl, kannski eitthvað slíkt. En kaffistofan og aðal hvíldarými verði á annarra hæðinni í sameiginlegu kaffistofu allra starfsmanna leik- og grunnskólans. Og líka er gert ráð fyrir svona minni restingu og þvottaherbyggi en stóra miðlæga þvottaaðstaðan er við stigann í grunnskólanum. Svo erum við með sameiginleg afnotarými sem er hugsuð þannig að allar deildir hafi aðgang að, og það er kannski bara eftir dagskrá grunnskólans í hópastarf og fleira. Það er meðal annars listasmiðja, 2 listasmiðjur eldri og yngri barna, það er fjölnóttasalur og gangsvæðin eru líka virkjuð til sett í virka notkun og síðan er svona inni útirými sem kemur betra að á eftir. Þegar fataklefarnir við alla innganga inn á leikskólann eru svona hugsaðir sem svona tiltölulega praktískt að þegar það er komið inn í rýmin í vondum veðrum og blautum veðrum að það verði svona blaut svæði þar sem hægt er að taka yfirhafnir og annað og hengja til þerris og eins þegar verið útileiki öllum fötunum þá er frekar stutt á salerni þegar að svo ber við. Og svo eru svona ýmis praktísk atriði sem það verður hægt að skóla af sér með spúlkrana og fleira og hreinsa vel af áður en að farið inn. Og svo er innra rýmið sem er hugsað sem svona meira þurrsvæði og svona að reyna að draga úr því að maður sé alltaf að labba í ykkur á polla og sokkunum innan hús. En líka á þurrsvæðinu er aðstaða starfsfólks með yfirhafnir og snyrting starfsfólk líka. Og svo er þetta svona hughrif hvernig við sjáum kannski fyrir okkur að fataklefarnir og fatahólfin geta litið út. Svo erum við með svona dæmigerða leikskóladeild eins og við sjáum þetta fyrir okkur eða hópurinn sér þetta fyrir sér að hún er þannig að þessi heild er eins konar heimasvæði fyrir hverja deild og allar deildir eru hafa þessi 4 rými, það er annars vegar leikrými, það stóra rými sem er komið inn í og út frá þessu leikrými er farið inn í annars vegar snyrtingu barna eða nemenda, hvíldarherbyggi og hvíldarherbyggin eru alltaf 2 á hverju heimasvæði. Og svo er svona framlegging af leikrýminu er verund eða svona útisvæði í rauninni sem að nýtist vel á svona góðum dögum. Það er ekki hugsað sér að það sé farið í útifötun og farið út. Þetta er meira svona að það sé hægt að opna út og fara út á sokkalistunum, alveg sem maður ímynda sér bara hreinlega út í garð heima eða út á svalir heima eða slíkt. Þetta er svona sér afnotareitur sem hvert og eitt heimasvæði
hefur fyrir sig. Nú öll íverurými sem dvalið í lengri tíma eru við útvegg og fá greiðan aðgang að dagsbirtu og sterkar sjónrænar tengingar við útisvæði. Svo hefur við reynt að horfa til þess að staðsetja allar innréttingar þannig að við fáum gott veggpláss sem að getur nýtist við dagleg leik og störf, bæði fyrir uppbyggingar af listaverkum barna eða skuggaleiki eða slíkt, þannig að það séu svona einhverjir hreinir fletir sem er hægt að vinna með. Svo sjáum hérna stærri fleti. Svo er rauninni hugsum við innganga á deildina þannig að þú kemur inn, hver deild og fljótlega er svona eins konar móttökueyja og allar deildir hafa svona eins konar eldhúsinnréttingu. Svo förum við nánar út í það hérna rétt eftir. En þessi móttökueyja er svona kannski eitthvað tvíþætt. Hún er bæði getur verið vinnuborð leikskólakennara og starfsfólks og annars vegar munaskúffur og munaskapar nemenda eða leikskólabarna og einnig svona munahólf starfsfólk inn á deildum. Það er kannski verið að tala einhverju með handtösku eða einhver lyf eða síma eða slíkt, þannig að það sé aðstæða til þess að geyma svona persónulega muni sem þurfa að vera handhægir inn á deildum í læstum hólfum. Og hérna er svona dæmi hvernig þessi eldhúsinnrétting í leikrýmum getur litið út. Það er verið að ræða það að þessi bakarofn, það er hægt að baka þá leir, það er hægt að baka kannski smákökur, það er hægt að gera svona ýmsa hluti, aðstætt að gera ýmsa svona einhverja daglega vennur sem að þekkir kannski heima frá sér annað eða tilfallandi. Það sé hægt að opna á alls konar möguleika og eins að gera vinnuaðstæðina aðgengilega fyrir starfsfólk. Og svo sjáum við líka hérna í rauninni þessa skematísku skýringamyndum það að gluggasetningin gluggar eru oft staðsettið þannig að við erum að reyna að ná dagsbirtunni eins langt inn í rými og mögulega getum og því hærra sem gluggarnir fara því lengra nær dagsbirtan. Og svo erum við með svona útbyggða setglugga eða standglugga sem að í rauninni teygja sig allt líka út í svæðinum og skapa þessa tengingu við inni og útirými. Svo dæmigerð hvíldarými, þau eru svona, eins og nefnda áðan, það eru 2 hvíldarými við hverja deild og þau eru hugsuð þannig að það er föst innrétting í hvíldarýmum fyrir þá rauninni svona hluti sem er yfirleitt kannski í notkun, það eru dýnur og púðar og fleira og eftir vill eitthvað grindur eða körfur fyrir snuð og annað sem að nemendur og börn þurfa að hafa aðgang að. En rýmin eru líka þannig þau sjálfsögðu hægt að nota þau með margvíslegum hætti með einhverjum húsgögnum, færanlegum húsgögnum á hjólum eða púðar eða slíkt. Þannig að það er hægt að búa til rými í rými með öllu sem að hugmyndafluginu dettur í hug og í hvaða rými sem er. Og snyrtingarnar, það er sem sagt í rauninni markmiðið að bara að snyrtingar verði hlýlegar og notalegar og aðgengilegar og góður staður að vera á. Eins hvort sem á við aðgengi fyrir börn, hæð á handlegum eða hæð á salernum eða slíkt eða vinnuaðstaða starfsfólks, til dæmis með skiptiborð og fleira. Sem nefndi áðan hérna þá eru sem sagt gangsvæðin hugsuð sem virkrými fyrir og bara viðbót við í rauninni
hópastarf og fleira sem er á dagskrá leikskólans yfir daginn. Og gangurinn er líka svona, hann tengir henni öll rýmin, bæði deildir og stóðrými og fleira. En hann er líka svona, kannski hugsað sem litla hristubrautin sem reynir þá kannski á hreyfifærni og hugrekki og seiglu og æfingu hugaleikfimi eða lestu bóka eða hvernig sem er. Og ekki sístur óeða slökun. En það er svona kannski hugsað bæði sem fastar innréttingar og lausar innréttingar sem nefndi áðan eða púðar eða skápa einingar á hjólum og fleira. Og svo er til dæmis kannski svo klifiveggur eða rennibraut eða slíkt og dýnur og kubbar og allt sem hægt er að styðjast við. En þá eru þessar 2 listasmiður hérna staðsettar. Annars er önnur fyrir hugsuð sem fyrir eldri börn leikskólans og önnur listasmiða sem hugsuð fyrir yngri börnin. Og svo er hérna stór fjölnota salur sem er bara hugsaður til fjölbreyttar iðkunar, leikfimi, boltaleik, útskrift, nemenda og fleira tengt. Og tengt þessum sal eru stóðrými eða salerni nemenda, þannig að það er vinnuaðstæðan, það er líka verið að hugsa fyrir vinnuaðstöðunni, að það sé ekki vera endilega þörf á því að rjúfa leik til þess að fylgja einhverjum á salerni inn á heimasvæðum. Þannig að það er svona verið að bæta aðgengi líka og vinna umhverfi starfsfólks og stytta boðleiðir. Og síðan erum við hérna líka með sem nefndi áðan, þetta garðhús, þetta inni útirými. Og það er þessi hringekja sem eiginlega við erum að virkja svolítið og sem er svona bjart innirými og sjáum fyrir að það getur nýst vel á köldum og vinda á stormásum dögum þegar að það er kannski erfitt að fara út með sérstaklega yngstu sem eru kannski bara föst í útigalanum og geta ekki hreyft sig og eða eldri börn. Nú erum við að nálgast þessa tíð sem að stundum ekkert börnin að fara út fleiri daga vegna veðurs en þá nýtast svona rými eða sjáum við fyrir okkur þau nýtast mjög vel. En svo einmitt eins og á góðum dögum þá má framlengja þessi rými út í garð. Þannig að þau eru margnýtt. Og hérna sjáum við myndir, svona, þetta köllum við hughrif þegar við erum að vinna, hvað við sjáum fyrir okkur að gæti verið. Það er alls konar möguleikar í boði, hugaleikfimi, það er ró og svo er handþvottastöð. Þannig að það er ýmislegt sem er hugað að. Og svo er hérna þetta garðhús sem við sjáum að geti verið svona viðbót við útisvæðið á þessum erfiðu dögum sem er hægt að vera með sandkassa eða rennibraut eða jafnvel eitthvað vatnsull. Það getur margt komið til greina. Ásýndir og efnisval, við erum bara að vinna áfram í takti fyrri áfanga, það er þessar fósteyttu einingar, ál og tré, gluggar og báru ál með litauppbroti. En kannski þessar útbyggðu setgluggar þeir eru að taka á sig svona kannski skemmtilegra, ævintýralega form og inngangarnir hérna líka. Og við erum að vinna aðeins með timbri líka í kringum innganga, við erum að fá aðeins meiri mýkt á móti steypunni og bárunni og það er það bæði í útigeymslu og vagna- og hjólageymslu og slíkt og eins og ég sagði á hann við innganga. Nú ætla ég að sýna ykkur bara smá myndbrot sem er myndskeið sem gefur ykkur kannski aðeins meiri hugmyndir hvernig sjáum þetta fyrir okkur.
er sérst komið inn á lóðina frá bílastæðunum og inn miðjumganginn og inn í fataklefan. Sjá við dæmi leikrými og deild og verund eða útisvæði, sérafnotareitur við hverja deildir. Annað myndbrot frá deild. Það sýnir hvernig við erum svona að vinna með sólarljósi og dagsbirtuna í rýmunum. Þetta er svona þessi litla hreistibraut fyrir hugaleikfimi og margvíslega færni. Þá förum við gegnum fjölnotasalinn og inn í garðhúsið og þarna erum við á ganginum og leiðin yfir í grunnskólan. Þetta er svona dæmi hvernig setgluggarnir geta nýst. Svo eru þarna fyrir utan. En ég ætla ekki að hafa lengra, þannig að ef þið eru eitthvað spurningar, þá er velkomin. Sko, þetta er hannað þannig að það er hægt að gera þetta í fleiri áfangum. Svo er það nú kannski bara sveitarfélagsins að ákveða í hvaða. Svona kannski var til upplýsingar sem hættir við það að þarna eins og hugmyndafræði sem við erum að vinna út, þú sýnum kannski hverju stóru myndina erum. Hugmyndafræði sem við erum eiginlega að vinna út frá núna er svo að þetta er þetta 8 deilda leikskóli. Þurfum kannski að nota svona 5-6 deildir svona með við kannski núverandi barnafjölda, svona eftir hvernig kannski næstu ár kannski koma. En svona okkur sýnist það ef að við höfum svona bæði þá efni og annað á að sé raun og veru praktískasta aðferðin að steypa upp allt húsið. Og taka þá kannski bara í notkun þá kannski 5-6 deildir sem að við þurfum til þess að þá að já, bara koma þessu öllu saman undir eitt þak, allir okkar starfsemi eins og hún er í dag og svo að taka þá þetta bara í notkun eins og þörf er á. Ef við allavega kljúum það með þokkulum hætti þá sjáum við geysileg tækifæri í því sem þetta klára þetta hús í einu lagi. Það eru líka þarna möguleikar innhús líka áfangaskipta ákveðnum verkum líka eins og kannski sameiginlega rýminu út í skálanum og einhverju slíku sko. Ja, þegar við þurfum líka náttúrulega að sníða ykkur slagæti vexti og svona aðeins að sjá hvernig þetta allt sem að fer því þetta er náttúrulega stór og mikil framkvæmd eins og þið getið ímyndað ykkur. Kostar við núverandi vel yfir milljarð þannig að já, svarið er okkur langar rosalega til að klára eitrabyrði allt saman húsinu og loka því. Og húsið er hannað með þeim móti að það verður einfaldlega að gera það. saman milli húsa, en nú til dæmis planið að setja leikskólastjóra upp á aðra hæð í næstu byggingu í rauninni sem er svolítið langt frá. Er það ekki bara sama eins og hafa hana í Hvítahúsinu og móti Bláhúsinu og sama konsept hér?
Sko, Þessi svona langt frá hvað öðru. ég held að það sé ákveðin kostur að öll starfsemin falli undir sko eina byggingu og svo það henni kannski bara ákveðið verklag að tilenga sér kannski nýjar aðstæður og við erum alveg samfærum að það geti gengið upp og þannig hefur verið hugsað frá byrjun verkefnið í rauninni fyrir gang haustið 2020 og þá hefur samtalið verið að þróast og í þessa átt. Má ég kannski aðeins Já. kom inn á svarið þessu? Já, svo Tómas. Já, komið sæl, Tómas, heiti ég, Hugur. Þegar þetta verkefni fór á stað 2020, 2021, þá voru gerða skýrslur hérna, unnin starfshópur sem vann frumvinnu og þar var lagð mikil áhersla á það að grunnskólinn og leikskólinn væru með sameiginlega starfsmannaaðstöðu, sameiginlega vinnusvæði til þess að ná þessari dýnamík inn í starfsemina. Og það er það sem hefur verið unnið með frá upphafi að stjórnendur og starfsmenn hafa þessa aðkomu upp á efri hæðinni í þessari viðbyggingu sem er núna, sögubyggingunni. En við erum með aðstöðu fyrir starfsmenn líka hérna á þessu svæði hér sem að gæti þá verið gagnvart hérna deildarstjórum og annað en það var mikið lagt upp úr því að það væri sameiginleg aðstæða fyrir alla aðila í þessu og það er svo sem álíka langt bæði fyrir starfsmenn skólans og leikskólans inn á þetta miðjusvæði þarna, starfsmannsvæði. Takk fyrir. Já. Sæður þetta leikskóla fyrir 160 börn? Já, alltaf 160. Það er 14 fermetrar. Hvað segirðu? Sæður þetta verið 14 fermetrar? 1450 viðbygging, nýbyggingin sko. Þessi nýbygging? Já. Þannig að hver nemandi er hvað 9 fermetrar? Nei, vegna þess að það er í kringum rúmlega 10 fermetrar af því það er ákveðin hlutdeild sem að því þetta er ein bygging, þetta er grunn- og leikskóli í heild sinni þannig að það er hver nemandi í leikskólanum sem á hlutdeild í fermetrafjölda í grunnskólahlutanum. Það er meðal annars matsalurinn og það eru stóðrýmin sem sagt er undirbúning sínum í kennara upp á annar hæð, það eru viðtalsherbyggi við sjáum til dæmis samlegar áhrif í því að stjórnendahæðin á annarri hæð það er farið fram starfsmannafundir og í viðtalsherbyggjunum eru þá tekin kannski viðtöl við foreldra og sem eru þá fjarri í rauninni starfseminni þarna, það er oft kannski það ekki stil þegar foreldrar komið foreldra í leikskóla og börnin sjá og fleira, það er kannski einfaldara fyrir foreldra að fela sig heldur en að fara inn á leikskóladeildirnar. Þannig að okkur reiknast til að hvert barn með að við þessa hlutdeild eru alltaf yfir að minnsta kosti 10 fermetra. Hversu langt við getum farið í þá útreikninga er þetta kannski jafnvel mögulega meira. Hvenær er stefnt á að þessi tilbúið? Nú, kasta ég boltanum á sveitafélagið. 27. Byrjum okkar næsta haust og Já, fyrsta skóflustunga næsta haust og notkun 27. Já, gjör svo vel. Er miðað við 10 fermetra þegar það er að byggja leikskóla í dag? Er reiknað með 10 fermetra fyrir gagngrænta? Já, sko það er rauninni ekkert sem segir til það nákvæmlega. Gamla reglugerðir voru að tala að það væri alltaf 3 fermetra per barn, brúttó, það var að tala brúttófermetra. Síðan voru það reglugerðir felldar á gildi. Það er að tala leikinn með það. Já, brúttó, já. Sko lágmark 6 rúmur. Já, en við erum að tala brúttófermetra. Þá erum við að tala sko klósett, ganga, allt. Já. Já.
Já. En leikir með ára. Já. Við teljum að sko inn á deildunum í rauninni nettótalan inn á deildum þannig að fyrir eftir sko hver deild yngstu börnin reikna með að það séu kannski 12-16 nemendur max. Miðdeildirnar eru 18-22 elstu sambærilegt og þá nettótalan með öllum nýtt notuðum fermetrum í kringum 4-5 fermetrar og það þá bara inn á deildunum en svo í rauninni þessi sameiginlegu svæði hugsuð sem í virkri nýtingu yfir daginn. Að börnin séu ekki allan daginn bara inn í þessu hérna rými. Það kannski einhver fjölbreyttari dagskrá sem tekur við. Það kannski hluti hér sem að það hressing og svo kannski skipt hópnum upp, einhverjum fara inn í hvíld, aðrir fara kannski fram í eitthvað annað. Þannig að þú veist, virkir fermetrar eru miklu fleiri heldur en kannski bara eitthvað hlutfall af hverju rými fyrir sig. Þannig að það líka kannski að maður detti ekki að hengja sig á þá fermetra og eins og við skiljum og dagskráin hjá ykkur hefur verið og verður framvegis að það alls konar verið að brjóta upp daginn og nýta þau rými sem að standa til boða. Knútur Örn heiti ég og ég vil byrja því að lýsa ánægju minni að hér skuli vera haldinn opinn íbúafundur. Mér finnst það vanta svona undanfarin ár og þetta mætti vera fastur alvöru viðburður, kannski einu sinni tvisvar á ári, þar sem að íbúar fá þá upplýsingar gang mála þar sem að gerast í þessu leginu. Varðandi þessar byggingar framkvæmdir sem nú í gangi, sé áfangi nú sem í gangi núna annar áfangi. Við kveldum þetta heima frá séð Kastalan. Hann lítur þannig út úr stofuglugganum frá okkur. Og svo þegar þessi leikskólabygging kemur til viðbótar að þá þetta allt saman glæsilegar og fallegar byggingar að sjá utanfrá. En það alltaf einn efi, smána sem nagar. Það við þröggin á þessum ágætu húsum, flöt, þök og tyft í þokkabót. Eru þau alveg örugg eða koma þau ekki til með að leka eins og svo oft vil gerast í svona byggingum? Flöt, þök með tróðþekki. Nú síðan þetta mikla framkvæmdir og einhver sem aðeins að spyrja þá í leiðinni. Hvernig þetta fjármagna? Duga útsvarstekjurnar eða fáum við einhverjar viðbótartekjur og svo saman með fótboltavellir? Þetta mikla framkvæmdir þar. Takk fyrir. Sæll. Ég veit ekki að ég reyna að heyrst þetta streymi með það. Þetta heyrist. Jú, þessi Knútur var að segja. Já, Þú kannski byrja. Já, ég skal byrja á þökunum. Þökin eru ekki flöt, þau eru í halla og þetta í rauninni bara byggingaraðferð og byggingatæknilega aðferð sem hefur virkað og það í rauninni komið reynsla meðal annars á þetta hérna þak. Þau eru öll í halla og þau eru leyst þannig að vatnið í rauninni á greiða leið af þökunum. Þannig að við erum ekki að vinna með flöt þök. Varðandi seinni hlutan á spurningunni, Knútur, varðandi fjármögnunina á öllu byggsinu, að þá duga útsvarstekjurnar ekki til þess að standa straum af því, þannig að við þurfum að fara í lántöku. En við teljum okkur bara ráða ágætlega við þessar framkvæmdir og sama gildir með íþróttavöllin og íþróttavallarsvæðið svona í raun og veru innan, við lítum á það sem innan þessa verkefnis en við fáum nú væntanlega einhverjar krónur frá KSÍ í styrk út af
knattspyrnuvellinum. Man ekki hvað sjóðurinn heitir, afreks eða það er allavega einhver sjóður þarna hjá þeim sem er hægt að sækja í peninga í það, þannig að við fáum svona einhverja krónur þar á móti en það er kannski allt í lagi að upplýsa það að það sem af þessum framkvæmdum hafa áætlanir staðist mjög vel og engin ástæð ætla en að það verði þannig áfram. Tilboð sem við höfum fengið hafa verið ýmist, flest frá misjöfnum verktökum undir kostnaðaráætlun, þannig að þetta lítur alls ekki illa út þannig en vissulega þurfum við að taka lán. Fleiri spurningar? Mér langar að spyrja, getur aðeins farið með okkur hvernig bílastæði eru hugsuð fyrir bæði starfsmenn Já. og foreldra? Já. Sko, hugmyndin er að í rauninni, sem nefndi án þessi aðkoma ás hérna, það verði bílastæði hérna fyrir foreldra og svo sjáum við og til skoðunar þegar að lóðarhönnunin í rauninni fyrir að stað að bæta við fleiri bílastæðum og þá er í rauninni þessi stæði eingöngu ætluð foreldrum leikskólabarna, ekki starfsmannastæði. Eðlilega bílastæðir hreyfihamlaða eru þá ætluð bæði skólanum og leikskólanum. En bílastæði starfsmanna eru hugsuð hér, sunnan megin við íþróttahúsið og það sé þá í rauninni aðgengi hérna meðfram íþróttahúsinu eða vörklass og upp hér ramp og hérna inn í aðalinganginn. Sjáu þið hvað ég var að gera. Þannig að þessi hérna ás er í rauninni eingöngu hugsaður fyrir foreldra leikskólabarna og hvernig nákvæmlega þetta verður útfært er bara oftar að koma í ljós bara núna þegar við förum í gang. En síðan er í rauninni, og þetta er svona eins og kannski við vitum og þekkjum að hérna er traffíkin upp úr 8 og klukkan 4 og hérna er líka skólabílarnir að koma svipuðum tíma þannig að þeir fari hér og leggi bílunum hérna og keyri síðan í burtu. En ólíklega kannski er sorp og vörumóttaka að skarast á við morguntraffíkina þegar börn og nemendur eru að koma í skólan. En þetta er svo sem eftir að útfæra bara þegar við förum að stað núna í nánari hönnun. Nú ég spyrja þetta líka, hvað er þetta bílastæði dæma? Þegar voru þetta aðal ingangur grunnskólans líka og það er total chaos bara á mótnuna hér nú þegar og allir alltaf að keyra hann inn til að leifa börnum sínum út á skólabílum og allt það dæmi, þá verður það fallega umferðartækning. Hérna er sleppistæði fyrir foreldrar sem eru skutla í skóla. Já, ok. Það er hérna sunnan með, bara afsæki, ég kom ekki inn á það áðan. Það er hérna sunnan við í rauninni og þetta er foreldra skutlið. Það er pláss fyrir hérna. Hér er ekki ætlast þess að foreldrar laumi sér hérna upp að. Þannig að það er hérna sleppistæði þessu svæði og nemendur geta labbað hérna upp að skólanum. Nei, það eru áfram stæði hér. Þeir geta gert það, þetta er hugsað, enn sem komið með best vitandi, hérna er það úlingasvæðið, úlingadeildin. Og hérna, þá eru, og það er hægt að fara þurrum fótum í gegnum allan skólan. Já, það myndi við ganga á í rauninni leikskólalóðina og í rauninni þessi lína hérna er kannski bara svona meira skematísk á þessu stigi. Mögulega er það eitthvað breytinga á lóðinni hér til móts við ef það þarf að taka eitthvað af hérna megin frá. Við erum í rauninni á
sko snúum ágætlega vel að því hérna fáum við alltaf góða morgunbirtu sem sagt morgunsólina þá hún að koma upp hérna og það náttúrulega bara leiksaðin eru því krakkarnir eru náttúrulega svo hreyfaleg ef þeir eru að leika fyrir hádegi og ekki meðan það er sól og svo er sólin farin það er svona, þú veist, það er ákveðin kosti við að geta nýtt hana á fleiri hlið en eina hlið lóðina sérst líka en það sem við verum kannski sjá fyrir okkur er helst í rauninni þessi aðkoma hvernig maður er að koma að, hvar eru inngangarnir og þetta er eitthvað svona sem sjáum fyrir okkur að er kannski hangi sama með byggingunni að leggja sig þokkarlega með þessum hætti en form og lögun á lóðinu og leiktæki við erum ekki komið svo langt á þessu stigi. Þetta inni útisvæði, Já. er það ekki lögumni í henni skóla? Er það ekki skugga hann á bakvið þannig veg? Já, þetta er náttúrulega að hugsa svona sem með garðhýsi og það er ekki endilega öfumegin að því það er dagsbirta og það er morgunbirta í morgunsólinni og hérna þannig að þetta er unni er ekki hugsað þannig sem suðurpottur til suðurs. Er ekki bara eitthvað ljós eða lýsing í þessu líka? Hvað segirðu? Það er ekkert mikil sól á Íslandi, en er lýsing í þessu líka? Jú, sjálfsögðu, eru þið náttúrulega raflýsing. Jú. Sjálfsögðu. Fleiri spurningar? Fleiri áhugaverður? Kannski einn praktist gert ráð fyrir garðin. Fyrir ekki? Gert ráð fyrir garðin. Já, alveg. Í leikskólum ekki gert ráð fyrir garðin. Já, það er alveg. Sofa þurfa myrkur. Já, einmitt. Það er eitthvað sem kemur í samtali núna framvegis. Flera? Eru fleiri sem vilja spyrja? Það er ekki bara eitt til upplýsingar líka, já fyrir ekki ef þið þekkið mikið þá heiti Jón og er sveitarstjóri hérna. Það var líka rætt þetta á síðasta fundi sem var að kynna þetta fyrir sveitarstjórn. Það er alltaf þetta áverið samhangandi skóla líka sem íþróttamiðstöðin og það allt saman. Og því vorum að tala bílastæði og aðkomuleiðir og gönguleiðir og allt saman. Þetta er sérst í svona í mótun og hugmyndavinnu ennþá. En það er náttúrulega þarf að koma einhvern veginn fyrir þannig að það sé gönguleið svona hvað sem hún verður hérna þurrum fótum yfir íþróttamiðstöðina líka. Og allavega er það rætt að það er ákveðið kostur að halda sér gönguleið opinni hérna líka þannig að þá nýtast í rauninu sko ef þessi ásælst opinn þá verður að tala jáfnvel að setja móttakan í íþróttahúsinu í framtíðinni verði hérna og færist í rauninu héðan og farið hingað og þá verði hérna svona sameiginlegur ás sem að allir skólarnir geta farið yfir hér yfir íþróttamiðstöðina og það verði þá bílastæði hér og hér líka og gönguleið vonandi sem við getum þá útfært þannig að það verði hægt að komast hérna í gegn. Þannig að allt þetta svæði hérna er svona talið svolítið saman. Þannig að því að fólk getur auðvitað verið að koma að hlutunum á mismunandi áttum og svo framvegis. Og það er alveg stórkostlegt náttúrulega á alla mælikvarða að geta samnýtt svona leikgrunnskóla, íþróttamiðstöð, tónlistarskóla, bókasafn og svo framvegis. Þannig að þetta er alveg, ef þetta gengur allt saman upp og ef þetta útfæri þetta svona eins og kannski verið að leggja upp, þá erum við komið alveg með súper aðstöðu hérna fyrir ansið margt sko. Það var ekki líka verið að tala að hafa gönguleið út af því þá handla Heklakot á að vera þessi frístundar. Jú, það er síðan hugmyndafræðinni náttúrulega er svo að sveitarfélagið haldi eftir öllu þessu svæði hérna og að Bláhúsið eða gamla Heklakot verið notað einhverju tilgangi sem að hefur þá verið kannski verið að velta fyrir sig kannski félagsmiðstöð og svona aðstæði fyrir alls konar starfsemi aðra
mögulega líka svona einhver biðstæður fyrir þá sem eru kannski hérna á milli í tómstund eða íþróttum eða tónlist eða einhverju slíku. Þannig að það þetta á alveg eftir að útfæra það svolítið hvernig það verður svo sagt gert, en það er alveg klárt að það er líka góður kostur að vera með svona ákveðna stoðþjónustu tengdum íþróttum og tómstundum og svona ýmsu á sama svæðinu, þannig að maður getur svona verið hérna bara í þessu sama mengi. Verður einhver peningur eftir til að viðhalda þessum gömlu eignum eins og á gamla Heklukoti skólanum, það er margt sem að fara að sjá á þessum gömlu eignum. Verður einhver peningur eftir í það eða verður mun þá að svipa hakanum frá þessu? Já, sveitafélagið er ekki við erum ekki að setja okkur á hausinn við þessar framkvæmdir. Það liggur alveg fyrir að við ráðum og eigum að ráða ágætlega við hérna þessa fjárfestingu, og svo náttúrulega má deilum það endalaust hversu vel hérna viðhaldurinn er sinnt á eignum sveitafélagsins, en við þurfum ekkert að hafa áhyggjur af því að fjárfestingi þessi bitni á viðhaldinu, nei, það er bara svarið því, nei. Kannski aðeins til að fylla upp það líka að hluti af grunnskólaframkvæmdinni er raunir að taka gamla skólahúsnæði svolítið í gegn. Því að það er að flytjast á alls konar starfsemi úr gömlu skólabyggingunum, hingað, bæði kennarastofur og bókasafn og fleira. Og það er alveg rétt að það er viðhaldsþörf komið töluvert á þessu hús hérna, og þá er hluta því náttúrulega verki þegar verið að flytja starfsemina annað og gera og græja, því að við þurfum líka fljótlega grunnskólinn á þessum að breyta líka innra starfi grunnskólans hér til þess að geta komið fyrir öllu börnunum, því að barnafjöldin í grunnskólanum er að vaxa ansi mikið, og það þarf svona kannski leið að flytja starfsemina hérna yfir, þá þarf að samhliða að fara í að breyta rýmum hérna í eldra skólahúsnæðinu og í leiðinni taka ýmislegt í gegn þar. Það þarf til að setja lyftu og annað hérna niðri, þetta geta nýtt kjallarann betur út af aðgengi fyrir alla og svo framvegis. Þannig að það er verið að hugsa þetta alla leið, þannig að þetta verði svona hús, og það er líka náttúrulega af því að þetta þarf líka að tala saman í litum og tónum, þannig að gamla húsnæði einhver veginn svona aðeins passi svona inn í nýja húsi og nýju byggingarnar. Þannig að það er svona, þannig að ég sýnist að þetta teiknist svona ágætlega saman. Það er kannski við þetta bæta að það er þetta stendur til að sveitafélagið selji ekki Heklukot sem er núna heldur hitt húsnæði sem er leikskólinir í dag og tónlistarskólinn, það verður selt. Þannig að sveitafélagið þarf ekki að halda þeim húsum allavega við. Eru fleiri? En þetta er vissulega áskorun og skiptir máli að þetta sé vel hannað, því að þetta er svæðið í heild sinni ekkert allt of stórt. En þetta lítur vel út, allavega finnst mér það. Viltu eitthvað að lokum, Eyrún? Nei, ég held að sína það er sést örlítið í þennan halla hér að byggin, að þeir eru ekki alveg flöt hérna, það sér maður örlítið að þau halla. Hvað gráða allir á þessu? Það var ekki 3 og 4 og 8 ef maður rétt. Svipað og hérna áfanga 1. Já. Það er alveg rétt eins og komið fram hérna á fundunum að það er kannski svona það eina
sem maður hefur heyrt svona gagnrýnisraddir á þetta glæsilega hús þessi þessi flötu þök og torfið og þetta sko, en allir sérfræðingar segja að þetta verði í lagi og við verðum bara að treysta því. Ef það er ekki fleiri sem að vilja spyrja og velta vöngum yfir þessari skólabyggingu, að þá er þetta þá bara ekki orðið gott. Bara þökkum við þér fyrir, Eyrún. Þetta var ágætt og ég tek undir með Knút að auðvitað eru svona íbúafundir bara að finna góða og kannski höfum við ekki verið nógu duglega að halda fundi og við tökum það bara til okkar. En næst ætlum við að fara aðeins yfir breytingar á gjaldskrá leikskólana sem að væntanlega verður fjárhagsáætlun sveitarfélagsins verður tekið til seinni umræðu í næstu viku og væntanlega þá þessi gjaldskrárbreyting líka og tekur svo gildi 1. janúar. Þannig að Jón ætlar að renna aðeins yfir þessar helstu breytingar sem eru á þessu. En það er kannski svona fylgja þessu aðeins úr hlaði að þessar breytingar eru í raun og veru kannski afrakstur af vinnu starfshóps sem var skipaður í sumar, í vor, sem að hafði það markmiði að skoða þessi mál og reyna auðvitað að bæta leikskólastarfi. Það var auðvitað tilgangurinn með því að skipa þennan hóp og í þessum hóp áttu sætið auðvitað skólastjórarnir beggja leikskólana og fulltrúar úr foreldraráðum leikskólana og auðvitað fulltrúar úr pólitíkinni. Og það var náttúrulega eitt og annað sem kom fram hjá þessum hóp og sérstaklega var nú kannski fólk að reyna að finna lausnir á vinnutímastyttingu og svo hefur verið, og það er engin launung, að það hefur verið ákveðin mönnunarvandi í leikskólunum. Við höfum verið í vandræðum með að fá fólk í vinnu og svo framvegis, þannig að þetta var nú niðurstaðan. En mér langar að komi kannski fram hérna að auðvitað er þetta eitthvað sem við erum að sigla í gang með og við, ef að illa tekst upp og við sjáum að það sé að gera hlutina einhvern veginn betur, og þá lýsum við okkur, og ég lýsi því bara yfir hér á þessu fundi, að þá erum við tilbúin að endurskoða það. Og það var nú einmitt rætt, held ég á síðasta fundi, að taka þetta til endurskoðanar í vor og skoða máli hvernig til hafi tekist. En Jón Geirsson, þú kannski rennir aðeins yfir þetta. Já, ekki nú hægt að nota sömu glærurnar allavega. Sjáum til aðeins. Herru, já, þetta ýmislegt sem búið að vera stúsast þetta árið, að reyna að finna út ákveðnum hlutum sem eru áskoranir í leikskólamálum, og þetta sveitarfélag ekkert eitt það hérna á Íslandi. Það eru búið að vera síðustu ár alls konar umræður í gangi í sambandi við leikskólana, mönnun og alls konar hremmingar sem að sveitarfélag á Íslandi hafa gengið í gegn því miður, og við höfum auðvitað verið svona að skoða hvað aðrir hafi verið að gera. Og þessi starfshópur sem Eggert var að minnast á áðan sem sagt var einmitt að velta fyrir sig ýmsum aðferðum sem önnur sveitarfélög hafa gert til þess að leita lausna í þessu og styrkja leikskólastarfið og gera þetta svona aðlaðandi vinnustað en frekar heldur en er. En svona yfir rúlla aðeins kannar bara yfir svona hvað helst að breytast og svona. Ég svona kannski fer misrætt aðeins yfir þetta. En svona í grunninn eru þetta kannski svona aðalatriðin, að það verið að búa til svokallað stigskipta gjaldskrá, það sem gert ákveðið svona grunngjaldi og síðan stighækkandi eftir það.
Það tengist í raun og veru því að það svona gerður aðeins greinamunur á börnum sem annars vegar 12 til 24 mánaða og hins vegar 24 mánaða og eldri. Og við erum nú reynda svo lánsum að hafa getað tekið almennt á móti börnum eins ás gömlu börnum og það hefur svona gengið alveg þokkalega svo framalega sem við höfum náð að manna leikskólana upp og það hefur meira segja verið áskorun veruleg á köflum að gera það að því að eðlilega þá yngstu börnin sem að þá bæta þá afgangi og það svona verið líka að stilla þið upp þannig að það sé svona aðeins öðruvísi útfærslur með við yngstu börnin frá 1 til 2 ára aldri og þeirra eldri. Þannig að það séu svona þessi 6 tíma vistun sem fyrir þá þessi yngri og síðan hægt að sækja lengri vistun og svo þessi 38 vistun fyrir þá eldri og svo hægt að sækja lengri vistun. Fyrir aðeins betur þá eftir. Síðan gengið út frá því að það að loka leikskólanum klukkan 2 á föstudögum en síðan að sækja vistun sem þá fá klukkan 2 til 4. Þetta kemur kannski út af atriði sem fyrir að svo eftir sem sérstaklega vinnustyttingin. Síðan kannski bara óbreyttar reglur sem við höfum haft núna síðast að það sé þessi auka kortir fyrir 8 og kortir yfir 4. Það sjálfsög ekki breyting á því þegar við höfum verið að rukka á þessu ári hærri gjöld fyrir það en það svona aðeins verið að ýta við því líka. Leikskólinn verði síðan lokaður í jólafrí grunnskóla og í dymbilviku. Það svo sem var í fyrra sem sagt tekin upp svo aðferð að það þurfti að sérskra á raun og veru og rökstyðja raun og veru að yrði boðið upp á svona úrræði jólafríi sem var nýtt en það aðeins önnur aðferðafræði núna sem við ætlum að beita en dymbilvikan bætist við. Síðan það varandi grunnskólana skóladagaheimili loka klukkan 14 á föstudögum og það ekki í boði sérskráning og þetta út af til að bregðast við styttingu vinnutímans því að eins og menn vita þá var hún að í kjarasamningum þann 1. nóvember þá eru 36 tíma vinnutíma hjá starfsfólki þá eftir útferða kannski hjá kennurum. Þetta svona lítur gjaldskólinn út, þetta nú svolítið svo jólatré þannig það svona verið að leika sér þessi Excel og reyna að gera þetta vonandi svona þokkalega skiljanlegt hvað í gangi þessi stigskipta gjaldskrá annars verður fyrir þá 1 til 2 ára börnin og hins vegar fyrir þau sem eldri. Þannig að það svona gefið vísbendingar hvernig þá verið að stýra raunveru gjaldskráni versus það sem sagt að tímalengd barna og það raunveru það sem að menn reyna svona að ýta undir sem betur fer þá erum við í þeirri stöðu að gjaldskrá leikskólana okkar beggja hefur verið mjög lág á landsvísu í alla staði og þannig að áskorunni hjá okkur svolítið svo líka að til þetta virki eins og kannski við þurfum að láta þetta virka til þess að kannski halda þessu jafnvægi sem við viljum ná það þessar hækkanir sem við erum þessar stýrihækkanir sem við erum að gera hlutfallslega og sérstaklega með önnur sveitarfélög þá þetta ekki neitt svakalega sveiflur og við verðum að sjá líka bara hvernig það gengur eins og ekkert myndist á en það líka reynslubanki sem verður svolítið að segja það hvernig þetta gengur allt saman. Og síðan erum við að gera svona breytingar aðeins á að skerpa aðeins á raun og veru ákveðnum hlutum eins og hvernig börnum sótt og það er verið að setja dagstað fyrir raun og veru föstudags tímana og svo líka þessar skráningadaga sem þá dymbilvika og jólafrí. Og svo vorum við aðeins að fikta í afsláttarreglunum sem ég fer aðeins yfir á eftir líka. Við settum upp líka svona reiknidæmi, við sendum þetta nú út á foreldra og annað, þar sem að vera að setja upp svona töflu þar sem að menn héldu að væri svo algengustu sviðsmyndirnar, ef maður notar nú það orð, varðandi þá kostnað sem að myndi þá falla á foreldra vegna vistunar barna með mismunandi aldur þeirra og tímalengd og þannig að það svona ákveðið hámark þannig ef menn eru komnir í 8 til 16 tíma alla daga pluss þessu aukakortir að þá eru menn að sleikja þetta 47 eða 600 kallið þetta atvikum. Þannig að en ég vona nú reynda barnana vegna að menn séu ekki reynda að skrá börnin svo lengi.
En hvers vegna við fórum í þetta allt saman, og Eggert kom nú eitthvað leiti að því áðan, en það sem við vorum að reyna að gera, og áskorun hefur verið, að það svona að leikskólastarfið sé svona öflugt og gott, og svo líka að bæta starfs- og rekstrarumhverfi leikskólana. Það hefur bara verið veruleg áskorun og gera leikskólana eftir svona verði vinnustað. Eins og við vorum að minnast á það, það bara hefur verið áskorun að manna þá. Eitt af því sem við erum að vinna í sambandi við leikskólann og umhverfið þess nú kannski það sem vorum að kynna áðan, sem sagt, nýtt húsnæði og annað. Við erum í framkvæmdum bæði upp á Laugalandi í svona að bæta aðstöðu og svona ákveðum plön kannski inn í framtíðina þar, og svo náttúrulega þetta stóra dæmi hérna á Hellu sem þá nýja leikskólabyggingin, og líka það að reyna að flytja þá flytja þá, hluta leikskólanum næsta haust yfir í annan áfangan, eða suðurbygginguna, til þess að mögulega geta útrýmt 2 húsum sem eru þá í gangi í dag, til að geta verið leikskólanum á Hellu á 2 stöðum. Og þannig að húsnæðismálin komist á betri stað. Nú síðan þetta eins og ég komið á, það þessi kjarasamningar og ákveð þeirra 36 tíma vinnuviku, þetta hefur þetta töluverð áhrif. Það náttúrulega búið að semja síðustu árin bæði 6 vikna sumarleyfi og síðan full vinnutímastytting sem 12,5 dagur í viðbót. Þannig að það svona áskorun á því að reyna að manna þetta upp, af því að það líka náttúrulega það líka annað sem kannski verið sem við hefum lent í líka, það þessi jöfnun milli skólastiga. Það hefur verið vandamál að það hefur verið að fara fólk frá leikskólanum yfir í grunnskóluna, meðal annars út af því að það er mismunandi svona, við lítum á jól og páska sem eitt af því sem kannski sem eitthvað munur, þannig að menn eru kannski að reyna aðeins að nálgast í hvernig við leysa það. Og fagmenntað hlutfallið í okkur til dæmis, það því miður ekki nógu hátt. Ekki kringum svona 20% og mætti vera hærra, þannig að það áskorun líka. Þannig að ef við getum gert umhverfið betra, líkar á milli skólastigana, þannig að leik- og grunnskólastigi svona einhvern veginn sé sambærilegra, þá erum við að vonast til þess að leikskólinn nái svolítið vopnum sínum líka. Og síðan þetta eitt af það sem kannski hefur verið talað og umboðsmaður barna hefur bent á, að það eitthvað spurningu raun og veru hvað með börnin og tímalengt þeirra í leikskólum og samveru þeirra með foreldrum. Það var eitt af það sem menn hefði hans í huga. Og eins og segi, þessar tillögur duttu ekki alveg á tómarúmi, þeir voru unnar í þessum góða hópi sem við byrjuðum nú bara á þessu ári og fengum ágætis verkefnisstjóra til að stýra þessari vinnu, þar sem starfsmenn og foreldrar og stjórnendur og síðan Oddi kom að störfum, og það var svona bara mjög góð vinna sem það fór hérna fram og alls konar svona spekulationir, þannig að þetta var svolítið niðurstaðan. En síðan erum við líka með ákveðin viðbrögð við þessum breytingum, að þið gerum ráð fyrir því að þetta sé svona kannski alveg áskorun fyrir ýmsa. Þannig að það var eitt sem kom upp úr þessum vinnuhópi, að það væri verið ósk eftir svolítið meiri sveigjanlegri vistun. Við höfum verið svolítið svona bara Excel-miðuð að þú þurfir að vera á þessa 5 daga og svo framvegis. En núna erum við að bjóða upp og það að vera með mislanga vistun eða sleppa 1 til 2 dögum, þannig að menn getur svona stilt kannski módelinu upp betur eins og mönnum hendar og það sé getur að refsa mönnum fyrir það. Leikskólastjórarnir tristir sig í þetta getur verið svolítið áskorun að svona skipuleggja starfi í samræði við þetta en ég held að þetta sé svona viðleitni til þess að auka möguleikan og sveigjanleikan. Við erum að hækka heimgreiðslur og þetta snertir náttúrulega þá börnin, yngstu börnin, þarna frá 12 til 24 mánaða. Við erum að hækka heimgreiðslunar verulega, kannski ekki nóg, ég veit það ekki sem stýritæki, og við erum líka að taka upp svokallar hlutagreiðslur fyrir yngstu börnin. Þannig að þú getur líka verið með börnin kannski bara í helmingsvistun og svo færðu þá hlutagreiðslu á móti þú sért með þú heima.
Yngstu börnin eru svolítið krefjandi, þeir eru náttúrulega mest krefjandi inn á leikskólanum, þeir eru náttúrulega eðlilega og það er svona, og þess vegna erum við svolítið að reyna að leika sér með þessa 30 tíma sem er þá svona einhver svona heppilegu tími og svo geta þá foreldrar að leiki sér með þessa heimgreiðslur á móti þeim tíma sem þau eru þá með börnin heima. Þannig að þetta er svona eitt það sem við erum að prófa okkur áfram með. Síðan náttúrulega gerum okkur grein fyrir því að það er náttúrulega aðstæður fólks eru misjafnar og það þá að bregðast við því að menn geti þá verið með börn í leikskólum á þessum tímum sem við erum þá að reyna að stýra þeim að vera ekki. Þannig að það er gert ráð fyrir sérskráningum sem á föstudögum og þá þurfum við bara að sækja það sérstaklega og borga þá sérstaklega fyrir það, sækja þessi gjaldskrá sem ég var að tala áðan, sem nú reyndar ekki neinn svona svakalega tölur, en með þurfa sérskrá þau og það er þá viðbrögð því. Við þurfum líka að manna leikskólana á föstudögum og það er búið að taka ákvörðun það að þú borgar starfsfólki yfirvinnukaup eftir klukkan 2 á föstudögum til þess að manna skólana og fá fólk til að vinna. Þannig að þetta kostar sveitarfélagið svolítið að bjóða upp á þetta en þetta er þá allavega kostur í stöðunni. Síðan eru þá skráningadagar í þá jólafríum og dimbriviku og það er þá sérgjaldskrá fyrir þá daga og það er þá ákveð úrræði fyrir þá fyrir foreldra ef það er núna og við erum nú þegar farin svolítið að reyna þetta úrræði eins og með þessum jólafríð og eins og staðin núna þá allavega er í jólafríð núna, þetta jólin svo sem falla nú svolítið inn í miðja vikuna en það eru ekki mörg börn sem er að sérskrá sig milli jól og nýjárs þó væga sagt. Þetta sé ekki eitt ennþá, ég held að, já. Þannig að það er eitt, en þá á móti erum við þá að gefa þá starfsfólki kosta á styttingu eða taka út sumarfrí eða eitthvað sérst á þessu dögum, þannig að og þá erum við komið svona í svolítið svipað rytma eins og starfsfólk grunnskólana. Síðan upp á kostnaðarhliðina líka sem sagt og það var svo niðurstaðan hjá okkur menn sveitarfélögin hafa verið að fara mismunandi leiði sem sagt varðandi þessi leikskólamál menn sumir hafi verið að hafa ókeypis leikskóla ákveðna tíma og svo rándýrt fyrir annan og tekjutengja og ýmislegt svona í framhaldinu af því en það sem við allavega vorum að svona þess að fikta með til að koma á móts við líka þá sem væri kannski í viðkvæmasti stöðu sem sagt að þá værum við að hækka raun og veru afsláttarreglunar hjá okkur sem sagt fyrir einstæða foreldra og svo bættum við líka sem sagt ef báðir foreldrar verið öryrkjar í námi að þá hækkum við afsláttuna og þá líka en ég legg áherslu á það líka sem sagt í sambandi afsláttarkjör og þetta allt saman að leikskólagjöldin hjá okkur eru lág og þau verða lág áfram það held ég þannig en auðvitað erum við að reyna að nýta gjaldskrána sem einhvers konar stýringu þannig að og við erum að reyna að biðja þá foreldra sem sagt að taka þátt í þessu með leikskólanum til að styrkja starfið þegar ég veit að Inga og Sigrún hafa bara verið í svolítið vandamálum að halda utan sína stofnanir að þeir sem að þurfa á þessu þjónustu að halda þá bara getum við gert það en ef allir ætla að fara í þann feril að vera eftir 2 á föstudögum að þá greinilega ekki stýringi sem við lögðum upp með að virka. En það nú aðeins byrjað að reyna þetta líka, fólk aðeins byrjað að skrá sig inn núna af því að við nú reynt að kynna þetta fyrir svo sem á leiðinni sem sagt, þetta var nú að gerast og svo líka núna sérstaklega fyrir foreldrum og þeim sem eru að upplefa þetta og það þarf að endur í að dvalarsamninga og ýmislegt þannig að það svona samtalið byrjað en svona allan að fyrstu viðbrögð ef ég skil Ingu og Sigrún rétt þá fólk að nýta sér þetta með föstudagana og ég var að minnast á með jólafríin núna áðan þannig að ég svona hef allavega bara ágætis tilfinningu fyrir því að þetta sé eitthvað leyti að virka foreldrar sé að reyna að finna út þessu þeir eiga að njóta fjárhagslega ábata ef að þeir geta svona hjálpað bæði sjálfum sér og leikskólanum að vera þá ekki að vera með börnin lengur en nauðsynlegt þannig að þetta nú svona þessi hugmyndafræði sem að við erum að reyna að vinna út frá og síðan eins og kannski Eggert Valur myndist á áðan að þá þetta svona aðeins inn í reynslubankan sveitarfélög hafa verið að reyna alls konar aðferðir og kannski þetta svo rétta, kannski þurfum við að gera eitthvað öðruvísi þannig að við tökum örugglega svona raunveruleika
tekka á þetta sem sagt núna sem sagt eftir vorunina og það getur vel verið að við þurfum eitthvað þá að stilla og slípa og annað. Það bara fer svolítið eftir hvernig gengur og við verðum bara svolítið að svona lesa þá bara í stöðuna eftir hvernig það allt saman fer. Já, takk fyrir þetta Jón. En ég tek undir með Jóni að hérna, eins og ég myndist á áðan að þá ekkert, þetta bara mannanna verk og það ekkert meitlað í stein og ef að koma fram hugmyndir betri leiðir þá erum við opin fyrir því að skoða þær. Nú varðandi það sem við höfum báðir rætt aðeins varðandi mönnuna vandan sem hefur verið í leikskólanum þá ég nú alveg viss að þegar þetta glæsilega nýja leikskólahús okkar verður komið upp þá held ég að við verðum í minni vandræðum heldur við verðum búin að vera. Ég er alveg sannfærður það því að vinnuaðstæðan hefur nú ekkert verið alveg upp á topp. Út af því erum við nú að rembast við að fara að byggja nýjan leikskóla. En er einhverjir sem vilja spyrja eða leggja orð í belg? Spurning sem bara á Facebook. Ég kann alveg fyrst Já, þetta spurningi er möguleiki á að sveigjanlegi dagar séu ekki alltaf sami dagurinn. Nú ég vaktavinnu og engin vika eins hjá mér. Ekkert mál að hafa börnin heima til mér þetta í viku. Ég get ekki sagt fyrir alla mánuði hvað dagur það því. Inga segir já. Þannig ef þetta skipuleikit eins og hægt þetta snýst aldrei skipulag og starfsmannamálin. Þannig að hafa 4, 8 og 7, 6 bara, en þetta þarf að vera alveg sömu dagar. Já, en ég held að sé að þetta spyrja því sko að það sko hún er vaktavinn, hún getur kannski ekki alveg. Já, þannig að þá vorum við þá er ég að svara við þessi spurningu þá breytist það gæti svolítið erfitt en ég býst við því að svona, þetta verða líka aðeins að metast sem sagt með leikskólanum sjálfum. En svona almennt séð þá er gert ráð fyrir því að það sé sér mánuð til mánaða sem sagt svolítið svona svipa system að því að auðvitað þarf leikskólastjórarnir að stýra sínum starfsfólki væntanlega með börnin sem eru sem sagt á deildinni og það getur verið erfiðleika bundið ef það væri mikið að sveiflast á milli vikna en þetta getur alveg verið áskorun, já. Sem 4 vikur fram í tímann, það sé skylda, það nú vaktaplan fyrir starfsmenn, þá hlýtur það að vera líka á öðrum miðstöðum, þannig að það hlýtur að vera hægt að tala saman og skoða nokkra vikur fram í tímann, það er ekki verið að tala að það birtist bara mánuði geti verið með lausan 50 daginn. Já, það er eins og okkur gert mánaðar. Já, mánaðarplan. Já, þú veist, þá veitum við hvernig við að vinna. En þyrfti það alltaf að sækja aftur? Þau elstu börnin finnst mér þetta ekki gott fyrir þau. Nei. Þau eru svo mikilli hópavinn og alls konar að þau eru ekki þennan dag að missa þessu. Þetta gæti verið púsluspil og kannski eitt af því sem að kannski bara þarf að skoða. En útilokum ekki neitt. Já. Útilokum ekki neitt. Ástór. Já, takk fyrir. Ágætis yfirferð á þessu og þessu fylgja auðvitað margar. Já, takk fyrir. Takk fyrir þessa yfirferð og það er margt gott í þessu og það er verið að eins og þið talið verið að reyna að leysa
einhvern vanda og ég varst ekki að þetta gert af góðum hug og eins og ég segi, það margt ágætt í þessu. En ég ætla hins vegar líka að benda á það eru nokkrir hlutir í þessu sem eru bara ekki alveg að góðir. Það fyrsta ég ætla að byrja með, talið þarna að leysa með annars styttingu vinnuveikunar sem bara gott og gögn. En ég verði því sannleika að benda á að það eru ekki allir búin að semja styttingu vinnuveikunar og þá séu við almenningnum. Þarna verið einfaldlega þegar að leysa ykkar mál en þegar að varpa þessum vanda yfir á foreldra. Það tek ég ekki góða aðferð. Seinni hlutin er sá að það er gert mikilvægt, það er unni skýrsla, starfshóps þetta og jú, það koma þar fulltrúar ólíkum áttum, það meðal foreldrar, einn eða tveir foreldrar á sinni þarna. En mikið stuðst við í þessari skýrslu, þessar starfshóps, eitthvað stjörnugjöf eða stigagjöf sem kom annars vegar frá starfsfólki og hins vegar frá starfsfólki. Ekki kom slík stjörnugjöf frá foreldrum. Auðvitað færðu einhæfa niðurstöðu á það hvaða leiðir eiga að fara í úrbótum þegar að þú ert bara að tala við þessu og þú tekur ekki foreldra með í samfélag. Það er skortur á samræðu þarna. Og svo alltaf blasir bara auðvitað við að fólk sett í þá stöðu hérna að ýmist þarf það að minnka við sér vinnu með tilheyrandi tekjuskerðingu eða þá að það heldur sömu þjónustu 8 tíma vistun, 5 daga eða hækka 25%. Nú ertu að setja fólkið á stöðu að skerða tekjur sínar og minnka við sér vinnu sem að ef við tökum margfeldis áhrif, hefur líka áhrif á útsvarstekjur sveitarfélags og annað eða þá þurfa að borga 25% hærri gjöld. Og við getum diskutera þetta hérna í kvöld og ég vona að veri. En kannski spurning sem langar til að byrja að koma með nú var þetta tekið fyrir þessi gjaldskrá á fundi 8 BS fyrir gæra fyrirdag og samþykkt þar. Hefur tilgang að ræða þetta hér? Þetta verið að fara að ráðast í breytingar sem athugasemdir eru góðar eða við bara að eyða tíma okkar hérna? Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ásþór. Við erum auðvitað að kynna þessar breytingar á þessu fundi hérna og ég gerir nú ráð fyrir því að þessi gjaldskrábreytinga henni verði örugglega ekki breytt eftir þennan fund. Hins vegar, svo ég sé nú bara alveg heiðarlegur með það, hins vegar að þá tökum við náttúrulega allar athugasemdir og tillögur til úrbóta bara í okkar banka og eins og ég margsagði áðan að þá erum við tilbúin að endurskoða þessa gjaldskrá ef það er hægt að samfara okkur það að það séu einhverja betri leiðir til. Hvað var nú meira? Já, ég get nú illa kannski farið út í það en það voru þetta fulltrúar foreldri í þessu starfshóp og fulltrúar foreldra ráðana og það hefur nú ekki komið neinar athugasemdir eða mótbárur frá þeim við þessum hugmyndum, allavega ekki í mínæru eða okkar. Viltu bæta við þetta, Jón? Jú, það var auðvitað var alveg umræða innan hópsins mismunandi leiðir og menn voru að benda á þetta og annað líka sko. En þetta ákveðin niðurstaða sem að ég held að við þurfum að prófa og að við sem búið að taka þessa gjaldskrá fyrir áður í 8 og svona, þannig að þetta er búið að vera að rúla svona síðustu mánuðina og þess vegna voru komin í kynningafasa á þessu líka. Þannig að ég bara segi það að við verðum að prófa þetta því að það er líka náttúrulega sko það sem við erum að reyna að glíma við er vandi líka leikskólans og við verðum að geta mannað leikskólan og við verðum einhvern veginn að geta stöðvað þetta flæði milli leikskóla og grunnskóla, jafnað einhvern veginn aðstöðu stofnunarinnar og fyrir þá börnin líka sem eru þá á þessum leikskólum okkar. Áttum á því að getur krefjandi fyrir foreldra að útfæra og finna út úr þessu öllu saman en við erum þó að bjóða upp á leiðir til þess að koma móts að það. Ég veit að það kostar einhverja peninga en ég legg þess með áherslu á því að gjaldskrá okkar í heild sinni er lág, hvort sem við berum okkur saman hérna austur eða vestur. Og við erum allavega ekki þá að gera verra við okkar fólk heldur en aðrir að gera annars staðar. Hins vegar viljum við náttúrulega vera framúrskarandi þessu líka. Ég er ekki að leggja áherslu á það. En bara ég er ekki alveg viss að fólk átti sig almennt af því hvað vandi leikskóla bæði hérna og öllu Íslandi er í raun og veru bara mikill. Og við erum að glíma við veikindi og við erum að glíma við
við flæði fólks á milli stofnana. Við erum að gleyma við skort á fagmenntuðu fólki og þetta dregur þessar stofnanir svolítið niður. Og þess vegna eru sveitarfélögin bæði við og aðrir reyna að bregðast við með þessum hætti. Því að þetta alveg lykilstofnun fyrir hvert samfélag, sko. Og við verðum einhvern veginn að ná bara betri tökum á þessu, sko. Og já, það er alveg rétt. Það er kannski enga leiðir fullkomnar og það hefur alltaf áhrif á einhverja. En allavega var held ég markmið bæði hjá Odda og fólki sem koma þessari vinnu að reyna að finna þá einhvern svona skástu leiðina til þess einhvern veginn að þróa þetta verkefni áfram. Og síðan verðum við aðeins bara að sjá bara hvernig til tekst og mér finnst sem viðbrögð, ef ég skynja bara viðbrögð sem leikskólastjórana og svona þau samtöl sem við höfum átt, við vorum í 1758 í gær og vorum að ræða þetta náttúrulega síðustu mánuði líka við þá og samskipti við foreldra og líka þessar dvalarsamninga og þessar breytingar sem við erum að gera. Og mér finnst í raun og veru kannski er ég eitthvað að lista skakt en mér finnst í raun og veru að fólk sé að reyna að bregðast við þessu og hafi skilning á því að það sé verið að reyna að styrkja starfið og starfsfólki auðvelda stjórnendum og starfsfólki er raun og veru að nýta sín réttindi, sko. Og því að sveitarfélagið líka glíma við það að hvert leikskólabarn hjá okkur í dag kostar 4 milljónir á ári. Þetta má aldrei segja þetta eða kannski þetta er bara og markmiðið með þessum breytingum er ekki að spara peninga, sko, en þetta er samt sem áður raunveruleikinn, sko. Og það er nú bara held ég svona hinn kaldi sannleikur í þessu máli, sko. En mér finnst svona allavega svona fyrstu viðbrögð ef ég skynja leikskólastjórana að við séum að ná einhver svona árangri að stýra þessu svona í einhvern farveg sem að kannski þá volandi hjálpa leikskólanum sem að ná vopnum sínum aftur. En ég meina spurningar. Nei, ég hef ekki mikið. Hver er raunverulega vandinn? Er það launin eða álagið eða? Það eru bara allir að býta til sama hópi. Því miður. Hvernig? Það eru stofnanir að býtast við sama fólki, það fannst ég alveg. Síðustu vor, ég átti ekki vonandi að ég myndi opna einustu deildina yfir höfuð. Í dag erum við með 6 starfsmenn fæðingarorlofi og 1 í námsleyfi og 2 í viðbót að bætast við. Og það er bara mjög erfitt að fá fólk í vinnu. En ég meina svo að það sé grunnskólan eða launin eða? Við auðlistum vel yfir 600.000 bara núna 2024 til þess að fá eitthvað fagfólk. Við erum í lágmarki með fámennta starfsfólk inn á leikskólu, hér að fara og vantilega Laugalandi líka. Og það er allir að berjast við sama fólki. Og það er eitt af því sem við tókum eftir sérstaklega, það er alltaf verið að bjóða upp á full vinnustýring. Og við vorum ekki með fulla vinnustýringu hjá okkur og hvað fólk við búa til? Við verðum aðeins að bjóða betur til þess að fá fólk bara til að koma hingað. Nei, ég vil ekki tala um þetta. Út af því að þetta er frábær staði til þess að búa og til þess að alveg börja sig. En ég finnst það að þannig að ég veit að við erum ekki ein þetta er á mörgum stöðum á landinu. En ég bara, þakka frjósminni, það er bara mjög gott fyrir samfélag, það er ekki það. En við erum þá líka að gera tekið utan þegar sem er að koma. Það er örugglega margar ástæður fyrir þessu máli, en örugglega ekki nein ein. Er spurning? Ég get eiginlega svarið sem er launin líka. Nei, launin eru bara mjög sambærilega á milli skóla og grunnskóla. En það er náttúrulega raunir þessi samanburður sem er að einhvern veit að drepa leikskólann, sko. Það er spurningarna reyndar á feysinu í sambandi við þá með sveigjanleikann og hvort hann er verið kannski, ef ég skilja þetta rétt, á öðrum dögum öðrum föstudögum. Það er ástæð fyrir að við tökum föstudögunar og reynum að reyna að stýra þeim klukkan 2 á föstudögum og reyna að hafa þá og það er til þess að
það auðveldar stjórnendum ef að starfsmenn geta tekið styttingun út á sama tíma. Og þess vegna eru svolítið föstudagarnir valdir, bæði opinberu markaðurinn og almenni markaðurinn eftir sem að föstudagarnir eru að þróast svolítið í þessa áttina. Ég veit að það á ekki allar atvinnugreinar og það ekki alltaf hægt að alhæfa allt sem sagt, en almennt séð þá sem sagt vinnutímastytting svolítið að færast á föstudaga. Þess vegna erum við svolítið að fókusera á þá daga og ástæðum fyrir því við erum svolítið að reyna að gera þetta og þess vegna erum við að reyna að hjálpa leikskólastjórunum að hafa svolítið svona stöðuleika í starfsmannamálunum og stýra því þessa virkudaga og á föstudagann og svo síðan þessar sérskráningar sem við erum þá að þannig að ég held ég verið að svara þessi spurningu sambandið föstudagann og hvort það verið sveigjanleiki að við erum að reyna þá bara að stóla svolítið á þessa föstudagsopnun að hún svolítið svona þessi tími klukkan 2 hann stýri svolítið trafikkinni yfir vikuna. Kannski það eru þetta þannig varðandi allar breytingar að það er alltaf margar hliðar á málum og bara margir punktar ágæti konur fram hérna. Hvað segir Ragnar? Bara sem foreldri núna, ég fagna því mjög að það sé búið að ákveða að þetta verði loka klukkan 2 fyrir utan alltaf þessum þurfa að halda. Að því eins og ástandið var orðið út af þessari stytting vinnuhugunar, þá var fólk að safna tímum sem gerði það verkum að þessu vildi að fara á mánudegi og þessu vildi að fara á þriðjudegi og svo voru 3 veikir, þannig að það kom oft fyrir að vantaði haug af fólki á dögum. Og við foreldrar beðum að segja fyrir og alls konar dæmi þannig að þetta bara búin að koma til móts við og greið fólki sem mætir á mánudeginu eins og þetta var og veist ok, það eru 2 í styttingu vinnuvíkunar og svo eru 3 veikir og góð stemming og það er bara að hlaupa miklu meira þannig ég fagna því mjög en svo vil ég líka koma með eina spurning hvort það hefur verið skoðað að þeir foreldrar sem eru ekki í 100% starfi eða atvinnuleysir hvort það hefur verið skoðað að stytta vistunartímann þeirra barna til að minnka álagi í seinni partinn í leikskólanum. Já, þetta var rætt svolítið þetta var rætt auðvitað svona almennt með þá hvernig aðstæða foreldra væri sem sagt að það stundum eru foreldrar jafnvel fæðingarorlofi sem eru að setja börnin sín í skólan og svo framvegis. En niðurstaðan var nú samt svo að vera ekkert að reyna að flokka fólk eitthvað niður En það er náttúrulega samt sem áður svona uppleggi með þessum breytingum og ástæðan fyrir að leggja svo mikla ástæður til að halda þá leikskólanum svona en að styrkja hann að þá að höfða til foreldra að þeir þá líti sér nær sem það geta og þeir hafi þá líka einhvern fjárhagslegan ávinning af því líka ef þeir geta listmálinu öðruvísi eða þurfi ekki allar þessi vistun að halda þá eru þeir með þeim ákvörðunum að hjálpa leikskólanum. En það var ekki tekin ákvörðun að gera eins og einhverjum að tala svíja og aðra skilur að draga eitthvað línu í sandinn ef þú varst á ákveðnum stað þá áttir þú ekki rétt á leikskólavist af því að þú gast redda málum öðruvísi eða það var þá skoðun þeirra sem myndu stýra en niðurstaða var svo að við erum ekki að fara þangað, nei. Sagði svíja? Já. Já, svona eins og fæðingarorlofin það er svo veist. Ég veit í Svíþjóð og í Noregi og ekki Danmörku ég að það fari vistuna Já, við fæðingarorlof. tíma eftir vinnutímanum fyrir. Já, það var líka eftir fæðingarorlof í Svíþjóð. Þá Margrét. ekki hafa barnið eftir í 100% vistun, Nei. Já, sælverið, ég verði eiginlega að koma upp hérna, Margrét Harpa heiti ég. Ég satt í þessum starfshóp fyrir hönd sveitarstjórnar eða Odda og mér svona umræðan hún komin svolítið það að það sé verið að gera, að sveitarfélagi sé að reyna að redda hlutunum svona fyrir sig. Maður heyrði það fljótt í starfshópnum að þetta er líka bæði það, foreldrar, leikskólagjöld eru mjög lág og þrátt fyrir þessa hækkun þá erum við samt lægri heldur en nágrannarnir okkar í eystri og sveitarfélaginu í kring. Þannig að við erum með lág leikskólagjöld. En það þýðir samt ekki það að við þurfum ekki að bera virðingu fyrir tímanum sem börnin eru á leikskólanum. Þegar ef barn er skráð 8-4 í leikskóla, þá þarf leikskólastjóri að manna deildina með við það að barnið sé alltaf frá 8-4.
þótt að maður viti að sum börn þau mæta bara 9 og það er því að þau hafa kost á því að hafa bara kósí heima hjá foreldrum. Og ég tel einmitt svona, ég vona að foreldrar séu svolítið að átta sig á því að þeir sem að geta að hafa börnin einmitt til 8:30 heima ef þú getur það, eða til 9 eða sækja það 3, af því að samvera foreldra og barna er náttúrulega gríðarlega mikilvæg. Ég held að það skiptir bara alveg opboðslegu máli. Við viljum ekki hækka þetta upp úr öllu valdi, bara alls ekki. Mér finnst það bara, við eigum að geta veitt þessa þjónustu á hóflegu verði, en hún þarf líka að vera góð, hún þarf að vera örugg, við þurfum að geta manna þetta. Og þá skiptir líka hver klukkutími máli sem að börn eru skráð. Þannig að ég bara vona að þetta takist vel núna í vetur og foreldrar einmitt bara nýti sér og er náttúrulega kaupi þá þjónustu sem þau þurfa. Að sjálfsögðu viljum við það. Við viljum ekki að fólk fara að minnka við sig vinnu, alls ekki. En hugsa bara málið og reynum bara að taka svo fagnandi og sjá hvort þetta bara leiði ekki til þess að þetta geti bara rúllað svona og allir hafi virðingu fyrir þessu góða starfi sem er hérna og það verði þá líka bara enn betra. Við það líka þetta eins og við erum að tala við erum með lágmarks, við erum með 20-25% af fagmenntuðu fólki í leikskólanum okkar og svo fullt af öðrum snillingum líka sem eru ekki með einhverja menntun en ótrúlega reynslu og bara flott fólk. En landslög segja, grunnskólalögin eða leikskólalögin segja hvað við erum með 2/3, 66% af fagmenntuðu fólki innan leikskólana. Og einhvern veginn verður að reyna að ná því upp því þá verður starfið bara miklu flottara. Og það er svona, það minnkar líka álagið fyrir alla held ég. Þannig að líka hugsunin, þú veist að baka þetta að vera bara hvað séu líka aðeins meira með fjölskyldunum. maður hélt að þessi maður hélt að þessi vinnustyttinga sem kallast orðið núna betri vinnutími, það er verið að tala þetta sem betri vinnutíma, uppleggi var náttúrulega þetta ætti að vera sem sagt að auka samveru foreldra og barna, en það hefur bara alls ekki því miður orðið raunin. Fólk bara nýtir þess að auka tíma bara fyrir sig og það er náttúrulega á vissan hátt skiljanlegt, en ég held að við ættum svolítið að fara einblín á það að börn og foreldrar eiga að vera saman og foreldrar eru oft bestu uppalendurnir og besta nándin. En takk. Þetta bara fín yfirferð og Já, þetta bara fín yfirferð og frábært að fá alla þessu umræður í gang. En ef þú flettir á glæruna sem var þarna áður, Var þetta að spá í þessu viðbröðin eða? Já, síðan. Já. Ég sé ekki betur þegar ég horfa á þessu glæru að Oddi IS vill helst að fólk vinni minna. Það er að nefna hana fyrir 12-24 mánuði að það sé bara 30 tíma vinnuvika. Já, það er umhverfið. Það er umhverfið, en það stóð þarna fyrr. Er þetta bara í þessu eða fyrstu? Hérna, gert ráð fyrir 30 tíma vissum að hámarki. Hver að vinna 30 tíma? Nennir enginn að vinna í dag? Hvað fyrir? Já, það er þetta góð spurning sko. Sko, það sem er með yngstu börnin, það sem var alltaf verið að vinna með, var alltaf kannski það sem við erum að minnast á hann núna, sérst með yngstu börnin og kannski svona þeirra þarfir sérstaklega. Við stillum alltaf þá gjaldskránið þannig upp að það sé alltaf möguleiki til að sækja í raun og veru sko. Og við erum aldrei að segja, við segjum ekki nei sko. Þannig að það er alltaf möguleiki að gera það, en við erum svona að senda kannski þau skilaboð að, sérst, má segja, kannski svona út að það sé þessi yngstu börn að þeir kannski þurfa að horfa á þau svolítið sérstaklega út frá kannski því sjónarmiði og líka þá því að, og við erum ekkert einum þessar pælingar sko, þetta er rétt að heimnum á hann. Og síðan sé þá bara þá stýring að þeir sem að, vissulega, þurfa að vinna meira og lengur, þeir geta þá sérskráð sig, en þeir sem að þurfa þess ekki, þeir þá geti notið þess á lægri gjöldum, plús það að eiga þá möguleika á hlutagreiðslu og það er líka peningar sko
Þannig að ef þú ert að skrá yngsta barnið sem sagt í raun og veru sem sagt í styttrivistur, segjum bara helmingsvistur, þá getur þú fengið heimgreiðslu á móti sem sagt því. Er fullvistun 30 tíma? Fyrir yngstu börnin. Fyrir yngstu börnin er verið að mæla með því, skilur á. Sér hámarki, er það hámarksvirkur? Nei, síðan þú getur alveg sko bara, þú getur verið með börnin í 38 tíma vistum sem eru yngri sko, það er ekkert mál, en þú getur líka valið það sem að vera kannski með börnin í kannski 20 tíma, við tölum í reglum það sé svona helmingur og ef þú kannski með yngstu börnin í 20 tíma vistum, þá getur við ekki heimgreiðslur á móti. Það er þess að hluta heimgreiðslu, já, 30 tímanum líka, já. Nei, 30 tímanum. Upp á 30 fyrir ekki, já, upp á 30. Já. Þau kannski bara klára þetta, það er talað sko, já, 20 tíma þá sérstu með 50%, getur þú fengið 50% heimgreiðslur og með minnir að við höfum sett með 30 tíma þá séu 75% heimgreiðslur. Þú getur fengið meira, nei, já, 25%, já, fyrir ekki, 25 og svo 50%, þetta er stigskipt. Það er líka jafnframt þegar þú segir að nennir fólk ekki að vinna. Fólk er ekki almennt, fólk er almennt. Sumir geta ráðið vinnutíma sínu. Fólk er í vaktavinnu. Getur einhvern veginn púsla þínu lífi og þinni vinnu saman að þú þurfir ekki að hafa barn á meira en 30 tíma á leikskóla eða 34 eða eitthvað. Bara svona, það er líka verið að koma á móts við þá sem eru til dæmis í vaktavinnu. Ég meina, leikskólan er ekki alltaf opinn þegar þú ert að vinna, en þetta púslast einhvern veginn saman. Ég held að foreldrar séu alltaf í þessu púsli, allan að ég er það, hvort sem þú átt barn í leikskóla eða þá að þú átt barn í grunnskóla sem þarf að skutla og sækja út á suður. Að þetta er svolítið svona samvinnu og púsl og það er svona verið að reyna að sjá hvort að foreldrar sjáu sér hag þarna og geta einhvern veginn púsla þessu. Ef þú þarft á 38 tíma vistun að halda, þá rökstuður það og þá sækir það og þú færð það, ef að mönnun er til staðar. Þeir eru flottir, ætlaðu við förum ekki að slá botnin í þetta? Ástúr? Já, ég skal reyna það snöggur. Bara aftur taka það sem hann lagt hérna einhverja, bara taka það fram, eins og ég sagði þetta fyrst. Ég er ekki eftir, það er góður hugur á bakvið þetta. Það að leysa ákveðin vanda sem er á leikskólum, mönnuna vanda, stytti beinuna. Það er gott og gilt, það verður að gera það. En þessi 2 punktar sem ég kom með, og kannski eitt sem ég fókus á, 2 punktar sem ég kom með, er að það er eftir sem áður verið að varpa þessum vanda yfir á fólk á almennum vinnumarkaði á kostnað þess að þið eru að leysa ykkur vanda. Ok, það er gott að lesa að gera það, en þetta er eftir sem það er raunveruleiki. Annað í þessu er að það er hérna verið að tala á svona mikið, þetta er ekki eina sveitarfélag sem við gerum, þetta er þróunin. Ég vil í því sambandi benda á að tegunda Alþýðusamband Íslands hefur gagnrýnt þetta, gríðarlega mikið, hefur gagnrýnt Kópavogsmótlan, hefur gagnrýnt áhrif sem þetta hefur á fólk á vinnumarkaði, á jafnrétti, stöðu kvenna á vinnumarkaði. Þannig að það að bera fyrir sig að þetta sé þróunin annars staðar, það bara virkar ekki. Svo langar við líka að koma hérna inn á eitt, og því ég talaði skort á samráði, og það er ekki hægt að segja þessi skortur á samráði, þegar stuðst er í stigagjöf frá starfsfólki, auðvitað er starfsfólk og bara skiljanlega að fara að raða sinni stigagjöf eftir því sem er best fyrir þau í starfi og svo frá þessum stýrihópi. Nú standa þetta til dæmis oddviti og stjórnur ODBS sveitarstjóri, nýtið þið ykkur þjónustu ODBS, nýtið þið ykkur leikskólum? Nei, ég held ekki. Það vantaði að öllu leyti þarna samráði foreldra. En eins og þú tókst fram ekki, þá er ekki verið að breyta þessu núna, en þetta sé opið verið endurskoðun. Mér langar að hvetja ykkur til þess að fljótlega eftir ánum að ráðast í það hvort þið taki ekki betra samtal og samráði foreldra. Því að þetta er ekki sko, mér finnst ekki að dása þetta að vera að kynna hér. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ástór. Sko ég ætla nú bara að ítreka það að það voru auðvitað fulltrúar foreldra í þessu starfshóp. Fulltrúar foreldra ráða leikskólana voru í þessum starfshóp og við skulum ekki gera lítið úr því fólki sem var að vinna í þessum starfshóp frá þessum aðilum. Bara svo það sé sagt. En allt í góðu, það er ekkert sjálfsagt eðlilegt að allir séu sammála alla skapaða hluti en allavega, fleiri, Ragnar?
lág, það er alveg staðfest. En það mætti líka bara vera duglegur bara sveitarfélagi að lyfta upp leikskólanum. Hvar annars staðar við erum lítið sveitarfélag með 2 leikskóla. Þeir eru báðir aðganga íþróttahúsi, þeir eru báðir farið í sund. Þetta er ekkert sjálfgefi í leikskólum bara út allt land sko, að þú getur bara farið í sund og íþróttahús svona. Þó að allir vilji reynda að það er alltaf smá baráttumenn með þessari íþróttahúsi, þetta er ekkert annað. En ég meina bara, það er ekki þetta leikskóla sem bjóða upp á þetta, langt frá því sko. Já, þessu elstu fara alla 50 dagar í sund, þú veist, það er ekki á Selfossi. Gjörsvel. Hefur Oddi BS pælt eitthvað í sumarfríum? Hvort það sé eitthvað hægt að forfæra mánuði fram og tilbaka, þessi fastar 2 vikur og það er það með 2 eða 3 vikur fyrir og 2 eða 3 vikur eftir. Já, þetta var rætt inn í starfsmannum, svolítið hvernig með sumarfríin og lengd þeirra og sveigjanleikan og svona. Og niðurstaðan var svo að við þurftum að fókusera svolítið á þetta núna ná starfinu upp. Það var rætt svona sérstaklega þegar við værum kannski komin í nýja leikskólabyggingu og með svona aðeins öðruvísi aðstöðu og annað, að þá væri möguleikjarinn að fara að kíkja á þessa hluti og kannski fleiri. En niðurstaðan var samt sem svo að við þurftum að raunveru að fókusera á þetta líka því að þetta myndi geta valdið leikskólanum líka öðrum áskorunum. Og við þurftum fyrst að reyna að ná tökum á þessum vandamálum sem við erum núna glíma fyrir áður við farum að skoða kannski svona lausnir sem væru kannski til að koma á móts við svona sumarfríum sem við vitum alveg að eru áskorunni fyrir fólk líka. Takk fyrir þetta. Nú er fundurinn að verða búin að standa yfir í 2 tíma og Jólafrí og dymbilvikan, ef að börn eru skráð í leikskólanum þá, eru þið þá sameinaðir leikskólarnir í kennslu? Já, það var... Ég er að tala kemur þá Laugaland á Heklu? Já, það gerði ráð fyrir því, já. En það þegar við prófum þetta í fyrra, sem þetta jólafríunum, að þá var enginn sem skráði sig á Laugalandi og voru einhverjum 5 eða 6 börn 7 börn í Heklukoti. Og við væntanlega, að því að þetta verður dymbilvikan, þá á næsta ári fyrsta dymbilvika sem við prófum þessa skráningu og mér finnst líklegt, það fer kannski eftir fjöldanum mér finnst líklegt að við reynum að keyra það líka sem sagt á einu skóla. En við höfum svo sem ekki tekið endalega ákvörðun það ennþá. En það kemur ekki greina þá að í fyrra var þetta Hellu og næsta ára var þetta Laugalandi og svona. Af því ég veit að það eru margir með börn á Laugalandi sem er ekki sáttir við að þurfa að koma börnin hingað, ekki að þið vilja að koma með þau á Hellu, heldur bara af því að þau eru ekki við umhverfinu og hinum börnunum og hinum starfsfólkinu og kannski bara eitthvað sem væri vert að athuga. Já. En það er alltaf rosalega samleið í því að geta reikið, þá ef við varum bara með örfá börn í svona úrræði, að það er frekar þá að reyna þá að blanda starfsmannhópunum kannski meira saman ef það verður hægt að fá sett á báðu leikskólanum. En það er svona augljóst, skilur sko, hagræði að því að við erum líka náttúrulega að því að menn eru að reka mötuneyti og ýmislegt annað í leiðin líka, að það er augljós svona samleið í því á að geta reikið á einu stað. Og þá auðvitað kannski er eðlilegra að við séum þá kannski á þeim stað sem að kannski massin er meiri. Hvað segir þið? Þá sláum við botnin í leikskólamálin í bili og bara, þetta er búið að vera fín umræða og bara gott að fá fram mismunandi sjónarmið, bara allt í fína. Mjög gott. Við vorum að spá í að vera með í lok fundarins svona ef það væri ykkur önnur mál sem að fólk vildi ræða. Já.
Þið setjum með áallu hvernig þetta að tekja fagmennsku í starfi leikskólana þegar fagmennta starfsfólk í slíku lágmarki okkar svæði. Já, það er verið að tala fagmennta fólkið og hvað við getum mögulega gert til þess að laða til okkar meira fagmennta fólk. Og það hefur verið átak í gangi í nokkur ár þar sem við höfum verið að styrkja nema í leikskólafræðum til náms. Og það hafa verið, sem betur verið, nokkra einstaklingar sem hafa verið að nýta sér það tækifæri. Við vorum bara í gær að klukka þær reglur aftur og þeim voru haldið áfram, þannig að við verðum að styrkja þá fólk sem í leikskólum sem þá vill vera í námi og bæði þá með svona aðstöðu og með smá styrk líka, fjárstyrk. Og það verður jafnvel útvikað aðeins út fyrir kannski kennaramenntunarnámið og við erum líka í leiðinni svona formlega að taka líka upp aðeins öðruvísi kerfi varðandi starfsfólki í grunnskóla. Þannig að við erum svona að reyna að bæði á leikskólastiginu og sérstaklega og með svona kannski sterkari reglur þar en líka á grunnskólastiginu að við erum að reyna aðeins að stíga inn í því með svona hætti að reyna að hjálpa fólki sem þá í námi til þess að geta gert það með vinnu. En auðvitað eru takmörk fyrir því kannski hvað margir geta verið í einu sem sagt. En það svarið já og við erum að reyna að gera okkar besta til þess að stuðla því að við fáum meira fagmenntað fólk í leikskóla. Inn í þetta þroskaþjálfara og iðjuþjálfara út því að sveitarfélag græður þetta mest að styrkja sitt eigið fólk. Það er þeir sem fá styrk sem sagt í nám skuldbinda þeir sig til að vinna áfram. Það er vinsælni tilmæli að menn reyna að gera það, já, en það er svona sem ekki að setja menn í vistabönd með það alveg, skilur sko. En auðvitað tilgangur með því, þannig að við svona reynum að koma svona skilaboðum á framfæri að já, það er auðvitað tilgangur með þessu öllu saman sko, en þú getur ekki handjárnað fólk við leikskólan sko, þannig að það er erfitt. Ég fór í nám á sinni tíma og þá fikk ég styrk frá Reykjavíkurborg og ég þurfti að vinna, það var kvöð, það var bara frábært, að vinna allavega ár eftir þannig að það myndi haldast fólki. Já. Eðlilega reyna sveitarfélögin að beina því þangað, skilur. En það eru takmörk fyrir því hvað þetta er að... Já. En svo hafa við þetta líka aðeins verið þannig hjá okkur að við tölum flæða milli stofnana, að kannski hefur fólk verið að mennta sig á leikskólastyrkjum með okkur og fæst svo yfir grunnskóluna. Hjálpa kannski grunnskólanum sko, en leikskólinn hann náttúrulega ennþá í sömu stöðu, en vonandi eru þessar aðgerðir og aðrar kannski svona og kannski hjálpa kjarasamningar og annað líka svona á einhverju leyti vonandi einhvern tímann að það verði meira jafnvægi á milli leik og grunnskóla sem sagt varðandi fagmennta fólk. Það er að mínum mati líka góði kostar fyrir fagmennta fólk að vinna á leikskóla og þess vegna erum við kannski líka sérstaklega hérna á Hellu og svo smá Laugalandi líka eftir sem við getum bætt svona aðstöðunum líka sem sagt að það held ég skiptir líka máli varðandi þetta atriði sko. Eftir sem að við getum gert aðstöðuna betri fyrir leikskólan á allan hátt, að þeim meiri líkur að við höldum fagmenntuðu fólki og bara höfum við bara góðu starfsfólki og mögulega minkum ef aðstæðan er góð og getum minka álag og minka veikindi og allt þetta sem að menn er að glíma við, að þá vonast maður til að við verðum öll sem í betri málum, bæði þá starfsfólk og nemendur, börnin okkar og líka þá allt samfélagið sko. Ég held ég muni það rétt að í drögum að reglum sem við vorum að fjallum á síðasta fundi að þá er það orða sem svo að sá sem er að fá svona styrka að það sé æskilegt að starfi hjá. Ég held að sé nú ekki kveða fastar orð en það. En þá held ég að Knútur gerur svo vel. Já, svona varðandi önnur mál. Það hefur brunnið svolítið á íbúum hér á Hellu, verslunar.
austan við Strækta verði byggð einhvers konar þjónustumiðstöð með hugsanlegri verslun. Eitthvað sem við getum heitt hattin okkar á að fá hingað alvöru lágvöruverslun í framtíðinni? Svarið við þessari spurningu bara já. Við erum í viðræðum við aðila að koma hér upp lágvöruverslun. Ég get ekki lofað því hér á þessu fundi hvenær, en það gert ráð fyrir lóð sem ekki austan við Strækta, heldur í raun og veru vestan við Strækta, sem er búið að eyrnamerkja fyrir svona verslun. En ég held ég verði eiginlega að grípa bara í pólitískt svar og segja að máli sé á viðkvæmu stigi. En já, við skulum reikna með því á næstu árum, en ég get ekki lofað því hvenær, en fljótlega. Vonandi gerist eitthvað í því á þessu kjörtímabili, það kannski segir eitthvað. En það svæði sem að hópnin á það, færir hann það? Nei, þetta sem sagt... Það lengra, Já, hvernig nei, þetta sem sagt, þetta í raun og veru fyrir austan Strækta, eða fyrir vestan Strækta, þarna á milli gamla dekkjaverkstæðisins og Strækta, þar uppundir. Það svona verið að horfa á það. Við höfum verið að vinna með drög að nýju deiliskipulagi fyrir allt svæðið og það gert ráð fyrir verslunarhúsnæði þarna undir þetta, en málið á viðkvæmu stigi. Eru fleiri? Ég heldur verðum bara að halda annan fund fljótlega og þetta búið að teyjast á þessu, en örsnöggar, já. Ég verð að grípa í Tómas. Komið sæl. Leiksvæðið, bráðabirgðaleiksvæðið fyrir þetta yrði, hvað segir maður, austan við skólan, það sem að og á því svæði inn á nyrsta hlutanum á íþróttavellinum. Já, svona aðeins nær skólanum á því svæði. Það svona verður útbúið leiksvæðið þar. Komdu það? Síðan spurningin, grafarlega. Það náttúrulega spil líka bara börnum að því náttúrulega börn sem búa í sveitunum. Hefur eitthvað verið skoða hvort sé hægt að leysa vandamáli fyrir þá foreldrar sem þurfa að setja börnin sín í leikskóla áður en þau byrja í grunnskólanum. Þannig að frá verslunarmannahelgi og þegar skólinn byrjar. Hefur eitthvað verið það skoðað hjá sveitarfélaginu? Nei, það hefur ekki verið. Það sem menn hafi verið að reyna að grípa í raun og veru eru börnin sem eru að fara úr leikskóla upp í grunnskóla, sem nú kannski svona útdragsatriði, en ekki leikskólabörnin, sko. Það hefur ekki verið fundið út í ennþá. Það, sko, kannski í einum fullkomna heimi ef við náum honum sem sagt, og kannski með því að breyta því sumarleyfis opnum leikskólana einhvern tímann sem sagt, þegar við erum kannski tilbúin í það, þá kannski opnast tækifæri fyrir því til að koma upp einhverju fjölbreyttari möguleikum varðandi slíkt, sko, og kannski tekist það þá aldrei barnanna væntanlega líka, sko, en við erum ekki alveg komið þangað en þá. Ég var samt bara að spyrja börnin sem að fara í grunnskólan, bara elstu, ég bara að spyrja elstu börnin, ég ekki að spyrja. Já, ok, sko, það hefur verið hægt að skrá þau kannski,
Já, alþjóða leikskólanum. Já, nei, það hefur verið rætt, já, en við erum ekki búin að reyta ennþá að komast að niðurstöðu hvað sé hægt að gera í því, hvort það er notað skóladagaheimili annað, en það er svona sama svolítið með það líka, það er náttúrulega mönnun, sko, og ýmislegt sem getur verið krefjandi því og aðstæða, en já, þetta hefur verið rætt þetta tímabil hérna á milli, en sko vandamáli samsmáður með þetta er að valda sko leikskólanum pínullu vandamálum. Það takar væntanleg grunnskólabörn inn í leikskólan. Það hefur raun og veru sko valdið því að það hefur þá tafið fyrir kannski önnur börn að taka þau inn í leikskólan sem að hafa kannski mögulega meiri þörf á því heldur en börn sem eru kannski að verða komin á grunnskólaaldurinn. Og svo hefur annað verið líka sem hefur verið vandamál að menn hafa verið að skrá sig í þetta sko og svo hefur ekki verið mætt. Og við höfum verið að mannað upp og það kannski tengist þessu vandamáli sem við vorum aðeins að minnast á áðanskilur sko, menn þurfa að bera virðingu fyrir sínum vistunumtíma sem sagt. Af því að við erum kannski eða Inga er að manna leikskólan til að taka á móti 8 börnum eða 10 börnum eða hvað sem verður, svo mætir ekki með helmingurinn. Já, og þetta er náttúrulega og það þannig að en þetta er auðvitað ákveðið þjónusta sem að auðvitað er gott að geta veitt en við erum ennþá þarna. En þið komum seinna úr sumarfríi núna, 3 vikur en já, Páli hættur. Ragnar er hættur, þannig að ég slæði bara botnin inn á fund og þakka ykkur bara fyrir að koma og eiga hérna þessar kvöldstund með okkur. Takk fyrir, segi fundið slið.